Já, komið þið sæl og blessuð aftur. Við viljum að enda þáttinn í kvöld á spjalli við Möggu Stínu. Hún búin að vera hjá okkur núna í nokkra vikur að ræða málefnin á Gaza og við ætlum kannski að spjallum sitt hvað fleira hér í kvöld. Mögulega förum við út í hann Yasin Tamimi, fatlaða drenginn sem að á að vísa á landi. Það verður samstöðufundur á Austurvelli á morgun. Og já, ómögulegt að segja hvað ber hér á góma, en vertu velkomin til okkar, Magga Stína. Takk. Hvernig var helgin á Gaza? Tja, hún var svona sömu áður. Það er sérsagt alltaf aukning í sprengjuárásum á hernaði og rýmingum til og frá. Til og með helgina þá sérsagt í Deir al-Balah, ég segi það alltaf Deir al-Balah, borginni sem er eini staður sem getur kannski talist til, það er einhver svona eftirreitur af þeirri borg eftir það sem fólk og þá sérsagt var boðuð rýming og eins og ég kom inn á áður að þá þú veist auðvitað ná rýmingarnar ekki til fólks í flestum tilvikum. Þess að fólk þetta bara sambandslaust, það rafmagnslaust, það fólk veikt á spítulum, það var boðuð rýminga mitt í Al-Aqsa Martyr spítalanum í gær og og svo var sprengdur sem eini svona funksjónal heilsugæslu staðurinn, getur maður sagt, það er ekki funksjónal spítalið þetta en já, eini staðurinn sem hægt að leita sér mögulega svona heilbrigðisaðstoðar. Það var boðuð rýming úr honum og svo bara skömmu síðar var skóli sprengdur í loft upp sem að ég bara átta mikið á því þetta orðið hvað 12. eða 13. skólinn bara í þessum mánuði sem að sprengdur í loft upp og þar sem fólk hafi leitað skjóls. Þannig að drápin á almenningi halda bara áfram og já, þú veist og svo náttúrulega einhverja svona veika raddir frá Sameinuðu þjóðunum eins og Antonio Guterres sem orðin bara svona eins og eitthvað svona mím-fígúra á hann hlustar bara enginn orðið það sem að hann bara hrópar út í tómið, hættið rýmingum, leyfið bólusetningar því það faraldur mænusóttar hafinn og fyrir utan alltaf hungursneið en á hann ekki hlustað. Já, þetta er bara endalaus stigmögnun eyðingar að hendi Ísraels á Gaza. Ef við ræðum þetta sem útrýmingaraðgerð. Já, þetta útrýmingaraðgerð, hún yfirlýst, þannig að það ekkert. Hvað hefur þeim tekist að útrýma stórum hluta prósenturlega af þessum hópi fólk sem að þeir vilja bara burt af yfirborði? Já, prósenturlega veistu það? Þetta hálfnaðverk? Já, ég náttúrulega tölfræði ekki endilega það sem að ég veit ekki mín sterka hlið. Einhvern tímann heyrði ég að það veri 2,2% en það langt síðan Já. En eins og ég segi þá erum við að tala að opinbera tölur þær tölur sem að heilbrigðisráðuneyti Gaza leyfir sér að nefna eru núna 40.334 sem hafa fundist drepnir þeir leyfa sér að segja 93.356 manneskjur sem eru alvarlega særðar og munu öllum líkindum deyja og en eins og ég sagt áður þá var tímaritið Lancet sem að sagði fyrir margt löngu, ég hugsa alveg heilu mánuði síðan að þetta væri hægt að margfalda með 4. Þetta væri þetta auðvitað ekki neinar tölur sem að standast en ég hugsa að heilbrigðisráðuneyti Gaza fari bara mjög varlega í að nefna tölur nema þeir haldi bara á líkamshlutum eða
þetta séu merkt lík sem þau eru að telja. Já, en það sem að sko fyrir marga sem að eru kannski ekkit vanir að pæla eða eru ekkit að setja allt og mikinn tíma í að pæla í þessum hryllingi vegna þess að hryllingurinn slíkur að hérna, ég held að margir kjósi það bara að víkja aldrei huganum að þessu fréttamáli því að bara leið og ferð að velta því fyrir þér sko hverjar verða að drepa þarna þá það er ekki síst börnin. Þetta eru 70% af þeim sem drepin eru konur og börn. 70% sko. Og svo getur við talið sko þeir menn sem drepnir eru sko, þú veist, þeir eru ekki kannski að verulega litlu leyti Hamasliðar. Þannig að þú ert komið með sko 85-90% af þeim sem drepnir eru saklaust fólk. Þú veist. Og sá hópur fólks sem yfirleitt ekki drepinn í stríði. Já, ég menn sem að samt almenningur auðvitað sá sem að sko alltaf kosta til í stríðum. En þetta sko annað. Þetta yfirlýst þjóðarmorð sem verið að fremja og það alveg sama hvort einhver svona laga lögfræðingar treysta sér til þess að segja að plausible eða ekki plausible. Það velkist enginn í vafa þetta, en þetta bara þarna hefur komið í ljós núna undanförnum mánuðum að fjölmiðlar hafa brugðist, upplýsingar liggja bara fyrir frá almenningi til almennings og það auðvitað þess vegna sem mótmælin hafa verið jafn mikil og raun ber vitni. Þannig að sko þetta sko og í raun og veru, þú veist, það furðulegt sko það ekkert furðulegt maður bara þess að ég segi sko að hætta að vera hissa Netanyahu, þú veist, hann hefur breytt markmið og það að eyða öllu sem nokkuð tímann hefur verið byggilegt þarna á Gaza og eyða palestínsku þjóðinni. Það bara, og hann hefur og fulltingi síns þessa hægri fasista flokks sem í raun og veru í hátísku núna og og eins og ég líti á það, að það mín skoðun að taka það fram, að þeir eru auðvitað bara verkfæri Bandaríkjanna í þessu. Þú veist, þetta er bara partur af því stríði sem að fyrirætlað að hendi Bandaríkjanna í Miðausturlöndum og hafið. Þá langar mig að spyrja, hvað að frétta af málflutningi frambjóðanda til forseta í Bandaríkjunum tengt þessari? Já, það helst að frétta að hún samþykkti útnefninguna í síðustu viku, Kamala Harris. Sá leikþáttur bara með ólíkindum og ég meni það væri hægt að bara halda 3 vegna fyrirlestur þú veist að því oft fólk að tala að það sé einhver munur á republikunum og demokratum. Er það ekki? Ekki í þessu málinni. Nei. Það í raun og veru, þú veist, þeir keppast, republikanar og demokratar eins og í einhvers konar keppni það að styðja Ísrael. Það vegna þess að gyðingarnir eiga kosningasjóðana fyrir vestan? Já, bara líka út af því og ég hugsa að sé bara vegna þess að sko Ísrael hentar mjög vel, notaðu sem svona verkfæri í sinni heimsveldastefnu. Og en það svona kannski það sem að bara kannski helst að góma var til dæmis á þessu þingi demokrata í síðustu viku að þá samþykkti hún útnefninguna hún eyddi kannski einhverjum 1 mínútu eða eitthvað svoleiðis í ástandi þarna sem fór þá helst, gefum henni þá hún hafi eytt 3 mínútum. Þá fór svona 70% af þeim tíma fór ég að tala rétt Ísrael til þess að verja sig og í stefnuskránni þá algjörlega á hreinu að þau munu aldrei engin fyrirætlan það að stoppa vopnasendingar. Þú veist, hún hefur nýlega sem varaforseti samþykkt að senda 20 milljarða bandaríkjadollara. Það var sko 2 dögum eftir að skóli var sprengtur í 10. ágúst. Þá voru 100 manns sem voru sprengt í loft upp
og ekkert að þeim líkum þekktist, það var þannig, og það var með bandarískri sprengju, sko. 2 dögum eftir það sendu þeir til viðbótar þessar 20 milljarða dollara. Netanyahu fór fram á það í ræðu sinni þegar hann hélt hana fyrir bandaríska þinginu við dynjandi lófatak. Hann komst varla áfram í ræðunni, sko, fyrir dynjandi lófaklappi. Standandi lófaklappi, að hann vildi fá meiri vopn og hann vildi hraðar núna, og það hefur hann fengið. Og þannig að þetta er sem sagt algjörlega, sko, einhlít stefna Kamala Harris í sem sagt, já, og liggur fyrir bara í stefnuskrá demókrata. Hins vegar, sko, er það svo óhugnalegt að hlusta á hann að tala, vegna þess að, sko, hvað segir hún? Já, hún tifar á þessari möntru það að hún og Joe Biden séu vakin og sofin, working around the clock, eins og hún segir, við að binda endi á þetta stríð. Sko, sem auðvitað ekkert stríð, hún lítur á þetta sem stríð við Hamas, Ísrael við Hamas, sem eru nota bene ekki, sko, þjóðarher heldur stjórnmálasamtök. Eins og bara Framsóknarflokkurinn eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig, og hún talar að það sé lykilatriði að Ísrael verði öruggt, að gíslarnir fái að koma heim, að þeir verði leystir og haldi og fái að koma heim. Hins vegar náttúrulega hefur ísraelska ríkisstjórnin engan áhuga að fá þess að gísla. Þeir hafa sýnt það, sko. Og það er mikil mótmæli í Tel Aviv, sko, að hendi aðstandenda gíslana það, sko. Það er annar mál. Þarna á þessu og svo heldur hann áfram, við viljum endilega að þjáningin á Gaza endi og að almenningur í Palestínu geti gert sér ljósan rétt sinn til sjálfsákvörðunar réttar og frelsis og öryggis. Og þetta verður svo óhugnalegt í hennar meðförum á meðan hún, sko, brennir upp hvert barnið á fætur öðru, að þú veist, og að við sem sko, að almenningur láti bjóða sér slíka orðræðu og geti svo fordæmt, sko, þú veist, Donald Trump sem kemur hana með A4 eða er þetta A5 blað sem hann er með á eiran á sér og þú veist, og með eitthvað svona wrestling, sko, stemningu. Þetta var bara nákvæmlega eins. Þegar mótmælendur svona fóru með svona tjant eða svona, þú veist, svona slagorð, sko, á framboðsfundi hjá henni, þá öskrar hún á þá, ef þið viljið að Donald Trump verði forseti, þá skulle bara segja það, annars er ég að tala. Þú veist, þetta er mórallinn. Þetta er mórallinn. Og þetta er hennar framlag. Það er mjög margt sem bendir til þess að þessi hryllingur, það sem setji mark á hann aðgerðarlega gagnvart því sem er að gerast þarna, sé annars vegar bara vald peningana og hins vegar rasismi. Og ég ætla að víkja frá Gaza og Bandaríkjunum hingað heim að á morgun verður haldinn samstöðufundur á Austurvelli með fötluðum dreng sem hefur verið töluvert mikið í fréttum. Til stuðnings Jasan. Það að ákveðið hafi verið að vísa honum úr landi virðist hafa komið í veg fyrir að hann hafi fengið ákveðna meðhöndlun upp á síðkastið. Hann er sagður gráta úr kvölum og vera ómeðhöndlaður og þetta er verulega ómannúðlegt. Það er ekki ofsögumsagt að orða það þannig. Er þarna rasismi á ferðinni líka? Já, það er af því að hann er ekki alveg eins ljósærður og þú. Og það er á sama hátt, sko, er þetta bara, þú veist, auðvitað er þetta, og allt er þetta bara rasismi. Þú veist, rasismi og fasismi hefur ekki farið neitt. En nú hefur verið gefið út leyfi. Og við skulum athuga það, við Íslendingar, að það er sameiginlegt átak stjórnvalda þennan síðastliðin vetur að hafa gefið út skotleyfi á fólk sem er öðru svo litin. Og þú veist, það hefur auðvitað alltaf verið undirliggjandi
En þetta auðvitað mjög svona, ég myndi segja djart, að því að þetta svona kannski, það sem kannski þetta gerir að þetta svona setur okkur sem þjóð í þá stöðu að við í raun og veru ráðum því núna hvort við ætlum að samþykja þetta eða ekki. Hvaða sem við ætlum að samþykja? Hverjir eru það sem vilja hann úr landi og hverjir eru það sem vilja hann ekki úr landi og telja hann eigi heima hér? Ég segi, sko, almenningur á einu máli. Það kannski svona 1%, 2% almennings, þú ég að fullyrða sem vill ekki að Yazan eigi heim, að hann fari. Já, þetta náttúrulega barn með tengingar, orðið við hann barn, okkar samfélag. Hann með banvænan sjúkdóm sem gerir það verkum að hann mun ekki eiga langt líf fyrir höndum. Verðan fluttur úr landi getur það verið lífshættulegt og það þýðir að hann gæti dáið á leiðinni eða skömmu eftir að hann kemur á þann áfangastað sem Guðrún Hafsteinsdóttir og ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að hann fari. Það fær engin óvissan sem hann og fjölskyldans og aðstandendur búa við að þau segja honum ekki einu sinni, segja þeim ekki einu sinni hvert þau ætla að senda hann. Ekki hvert, ekki hvenær. Það hefur verið farið fram á það, sko, að fullum þunga að hann sérstætt fái og stjórnvöld hafa gefið það út innan gæsalappa að læknir verði með í för. Það ekki læknir sem sérhæfður í þessum sjúkdómi eða taugasjúkdómum yfirleitt. Það bara einhver læknir sem hefur aldrei hitt hann fyrr. Þetta aukin heldur, sko, leikur grunur og þessi brota á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Það leikur ekki grunur, það leikur bara fyrir. Það leikur ekki grunur á því. Það leikur fyrir að stjórnvöld hafa ákveðið að brjóta á lögbundnum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það verður bara að segja það algjörlega hátt og skýrt. Stjórnvöld brjóta hérna lög ítrekað. Það staðreynd málsins. Þau sýna að þau virða líf þessa barns einskis. Og einmitt, eins og þú nefnir áðan, að þá sem sagt var svona rof á þjónustu við hann í sumar, einmitt út af þessari óvissu allri. Enginn vissi hvort hann væri að fara eða ekki fara, þannig að það verður rof á læknisþjónustu og honum hefur hrakað mjög mikið. Það voru bundnar vonir, það var fólk sem var að hlaupa til stuðningssonum núna bara síðastliðin á menninganótt. Og það var bundar mikla vonir við það fyrir bara 2 mánuðum síðan að hann geti verið með í því. Hann bara svo veikur að hann gæti ekki verið með. Og þetta það að fara svona illa með barn. Þú veist, almenningur verður að spyrja sig að því. Þú veist, fyrir utan það náttúrulega, þú veist, ef allir náttúrulega bara sko öskrandi fyllir í þarna inn á þingi það fólk sem hérna við völd bara öskrandi fyllir í þegar þeir að taka ákvarðanir sínar. Þá ertu að vísa til annars viðtals sem var tekið að þetta rauða borð Jódísi Skúladóttur. Nákvæmlega, sko sem bara, þú veist, skiluru eitthvað sem að bara, þú veist, þarf bara að taka fyrir. Sko, við verðum að einhvern veginn, þú veist, við verðum að átta okkur á því að, þú veist, sko, ætlum við að búa við þetta siðferði? Ætlum við að gera það? Ætlum við að kaupa þennan rasisma? Ætlum við að gera það? Ég spyr bara, sko. En almenningur, þú talaður áðan að fólk bara treysti sér ekki til þess að, að einhvern veginn bara ætlar að hafa daginn af að vera að skoða þennan veruleika, skilur sem að okkur boðið upp á að bara og það ekki það ef ég hitt einhvern og ég get bara ekki að horta á þetta. Ég get skilið afstöðuna en þetta ekki í boði. Það gengur ekki að vegna þess að með því að skoða það ekki, með því að afneita raunveruleikanum, þá geturðu ekki verið að gera annað heldur en að styðja við áframhald á honum, sko. Status quo. Þú ætlar ekki að fylgjast með og ekkert breytist.
en stjórnvöld fara sínu fram og þau eru sannarlega hafa þau ekki setið auðum höndum, Guðrún Hafsteinsdóttir og félagar sko, Bjarni Benediktsson, við að auka á ómenningu í þessu landi. Já. Og meðan gott fólk aðhefst ekki vex hinnu illa á smegin. Já, og við verðum, sko við erum mjög fá í þessu landi og við getum sýnt hvað í okkur býr og það að, sko ég spyr bara, hver ætlar að horfa upp á fatlað barn sem fárveikt, flutt með sama hætti og Hussein sem var kastað inn í bíl úr hjólastólnum. Þessi sjúkdómur þess eðlis að sko hnjask eins og Hussein varð fyrir í flutningi lögreglumanna þegar hann var troðið inn í bíl þegar hann var sendur úr landi, gæti bara sko endað líf barnsins. Sko ég meina, þetta nú ögur stund hjá íslenskum almenningi og fyrir utan allt annað sko. Þetta bara, ég hvet fólk til þess að opna augun yfir þessari staðreynd sko. Og ég meina, og þetta svona eins og það var frábær grein eftir hann Ævar vísindamann í bara blaðinu í morgun og þar eins og auðvitað maður skilur, það ekki hægt fyrir venjulegt fólk að skilja, hvernig getur þú skilið svona aðgerðir? Þú skilur ekki að einhver vilji brjóta barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En hins vegar þessi tilfinning að skilja ekki, hún tefur þig. Þú verður að átta þig á að plattformið þetta. Þetta það sem liggur fyrir og við verðum að bregðast við því, sko, ekki með því að segja bara, hvernig getið þið gert þetta? Heldur að bregðast við því, að þjóðin segi hvað hún vill gera í þessu máli. Hún gerir það með því að mæta á fundi, það virkar ekki. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig ætlum við að koma þetta í skila við dauðadrukki fólk sem ræður lögum og lofum? Það kannski bara svona vert hugsunar. Við förum þannig inn í nóttina. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Magga-Stína. Takk fyrir mig. Nú, þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld, svona eins og imbrað var á hér fyrir í þættinum, þá þakkum við ykkar góða stuðning, ekki síst fjárhagslegan stuðning og þreytumst ekki á að minna á það að þau ykkar sem að hafi kannski lengi hugsað að ykkur langi til þess að styðja stöðuna en hafið ekki komið í framkvæmd. Það hægt að fara inn á vefsíðuna samstöðin.is og finna þar napp sem heitir áskrift og gegn 2500 króna mánaðar framlagi getur hafið þið áhrif á það í rauninni hvort mögulega við höldum áfram að þrífast og lifa hér í þessum sparibauk sem samstöðin en takk fyrir að hlusta og horfa í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.